Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Þingið, þennan vikulega lið okkar við rauða borðið hér á Samstöðinni. Við leitumst eftir því í þessum þætti að ræða við þingmenn þingmál, pólitísk álitaefni, stundum dægurmál og það er óvenju þétt setin bekkurinn í þetta skiptið. Jódís Skúladóttir, VG, velkomin. Takk. Ingibjörg Ísaksen, Framsóknarflokki, velkomin. Takk. Brynja Níelsson, þú farð að fljóta með sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins því að einhverju hluta vegna þá gekk mér ekkert að bóka þingmenn Sjálfstæðisflokksins í þennan þátt en vertu velkomin, ekki síður en aðrir hér. Takk. Nú, svo erum við með Dagbjörtu Hákonardóttur sem er einn nýlegasti þingmaður Alþingis, Samfylkingu, vertu velkomin. Og Andrés Ingi Pírötum. Hvernig líst ykkur á stöðuna ef við bara byrjum aðeins, tökum stuttanskræns á því sem allir eru að tala um. Það eru forsetakosningarnar, það er frammistaða frambjóðanda á föstudagskvöldið í beinni útsendingu á RÚV. Við byrjum á þér, Jódís. Já, ég hafði virkilega gaman að þessum þætti. Ég gerði mér ekki miklar vonir, þau eru svo mörg og þetta myndi verða allt svo vandræðilegt. Talaði aðeins betur í mikrofónu. Já. En það kom mér óvart. Ég hafði mjög gaman að þessum þætti og þarna voru frambjóðendur sem kom mér óvart, frambjóðendur sem ég þekki kannski minna til, sem stóðu sig ákaflega vel. Þú nefna einhverja sem sló í gegn? Já, sko, Ásdís Rán náttúrulega var algjörstjarna. Ég hafði virkilega gaman að henni og hún er nú gömul vinkona að austan, þannig að gaman að sjá hann í þessu hlutverki. Já. En ég væri nú að ljúga ef ég sagði ekki að mín kona Katrín Jakobsdóttir hefði staðið sig afburða vel og skarað fram úr að mínu mati, en annars fundust mér aðrir mjög góðir líka. Já, takk fyrir það. Ingibjörg, þú kannski tósar þá til þín mikrofónina þegar við erum fleiri nemur hljóðnemum. Hvað fannst þér? Mér fannst það bara mjög skemmtilegt. Já. Og áhugavert svona líka bara að fylgjast með umræðinni í kjölfarið á þættinum. Það var mjög margir sem fylgdust greinilega með þessu. Og vandarsamt, eins og Jóti segir, þarna erum við með 12 frambjóðendur að allir fá einhvern veginn sinn tíma. En ólíki frambjóðendur og ég held að sé líka bara forréttindi fyrir okkur hér á Íslandi að það séu svona margir einstaklingar sem eru reiðubúnir til að sinna þessu hlutverki. Og já, þetta er ólíkt fólk. Mjög ólíkt, mikil breidd þarna, mismunandi reynsla og margir einmitt sem voru þarna sem maður þekki minna, hafa verið minna í sviðsljósinu og bara mjög gaman að kynnast þeim betur. Brynjar? Ég er með aðrar hugmyndur skemmtur heldur þessar hölda mínir. Já. Það er lýlugu þáttur. Já, nei, þetta er þetta bara venjulegur þáttur og ég veist ef erfitt er maður að horfa á þundum, það skipta oft rás. Já. Þannig að ég sá þetta ekki allt saman en þetta er Akkur þurftur að skipta rás? Já, stundum, við kvöldum til gamaldag að maður stundum neyðarétt, þá vil maður bara droppa hún í beautyboxið. Fjöxtu aularhóll? Já, stundum. Okay. En þetta er allt besta fólk og það er bara fínt að fólk er að bjóða sig fram og menn fá að velja á milli. Ég ger enga aðsönd við það. Nei. Dagbjört? Ég ætla bara að segja, ég nýti þess svo í botn, bara í tætlur að vera óákveðin kjósandi í þessum kosningum og ég ætla að leyfa þessum frambjóðandum að dansa í kringum mig bara eins og maður gerir að 4 ára fresti sjálfur. Þú ert eins og ég veit ekki hvernig ég ætla að kjósa. Ég hafði gaman af þessu. Ég var reynda með í eyrunum, svona minn átti ammali þennan dag, þannig að ég var út í ísbúð og í mínigolfi og svona. Okay. Þannig ég svona horfði síðan aftur á svona, maður sá bara hálfa söguna þegar maður sá svona, þú veist, augnargotur og svona rámkvolfum augnana stundum, en ég verð að segja, ég tek undir mig Jóti sem Ásdís Rán standa sig mjög vel og það kom mér samt dálítið óvart hvað fjármálin voru rædd, það hefur ekki verið held ég gert áður á þessum tímapunkti og ég held að fólk eigi að gefa því svolítið gaum hvernig fólk sækir sér fjármagn í að stunda svona kosningabaráttu, það skiptir máli og já. Andrés Ingi? Já, mér finnst þetta bara yfir höfuð mjög skemmtileg kosningabarátta, miklu meiri spenna en maður hefði kannski reiknað með. Mest spennandi í forsetakosningar í áratugi. Algjörlega og það er að sýna sig að það er ekki
það er ekki sjálfgefið að árangur á innum hefðbundna vettvangi stjórnmálana þýði sjálfkrafa og sitt í forystusveitinni þarna. Það að Katrín sé allt í einu komin í einhverja varnarbaráttu eftir að hafa verið leiðandi í flokkspólitíkinni svona lengi. Mér finnst það svolítið skemmtilegt, segir eitthvað um þjóðina að þetta sé ekki sjálfgefið. Og könnun dagsins í dag er ekkert sérstaklega góð fyrir Katrínu. Nei, í mokanum. Og náttúrulega bara í takti það sem hefur verið síðustu vikur. Hún hefur verið að gefa eftir. Og meðan Hallarhund hefur skotist upp þetta Spútnik fyrstu viknana. Já. En svo er líka rætt náttúrulega sum ykkar hafi lesið færslu Steinunnar Ólínu sem varða fréttum helgina þar sem hún hjólaði mjög grimmt í áróðursöfl og áróðursmaskinuöfl og Íslands og ræddi það að yfirstéttin á Íslandi virðist styðja framboð Katrínar Jakobsdóttur og henni finnst kannski ekkert eðlilegt að hún sér þess merki, segir hún á blaðamennsku mokkamanna að þeir sæki miklu harðar af höllu hrund séu eiginlega bara svívirðilegir í sínum spurningum, veit ekki öðrum frambjóðendum sama aðhald og þá sé Mogginn búin að reikna það út að Mogginn vill að Katrín verði forseti, þeir hjóla í þann frambjóðanda sem helst stuggar við Katrínu sem líklegasta kandidat sem er núna Hallarhund. Einhver orð um þetta? Þetta er bara væll. Þetta er væll, segir Brynjar. Bara væll. Þetta er bara, en dæmi gett í svona baráttu og mann fara að væli yfir einhverju svona. Bara mjög eðlilegt að menn séu bara spurðir erfiðar spurninga og svo bara spurning hvernig gengur þeim að svara þessu. En er ekki líka svolítið dæmigert að hún rökstuðu gagnrýni sína með ákveðnum hætti, er ekki líka svolítið dæmigert að menn eins og þú komir þá og segir bara þetta er bara væll? Já, þetta er bara væll, það er þess að segja það. Sko, þetta er ekkit nýtt, menn er alltaf að kvart yfir einhverju. Menn verður þetta bara að svara þessum spurningum. Menn geta fundist oft ósangjað sem að fara í pólitíkinni. Vist ósangjant oft hvernig miðla sem ég veit að eru á móti Sjálfstæðisflokknum spyrja mín. Það þýðir ekkert að vera væli í því. Haltu bara áfram, svaraðu bara. Og það hafa náttúrulega frambjóðandi gert. Það er engin frambjóðandi að vælenda því að fjölmiðlar séu vondi við þá. Hins vegar segja það okkur kjósendum alltaf sögu að ákveðnir fjölmiðlar sé að taka á ákveðnum frambjóðandum öðruvísi en öðrum. Það er vegna þess að hluti frambjóðandana greinlega er að ýta við einhverjum varðhundum valdsins sem finnst þeir óþægilegur og vilja pakka í vörð fyrir sinn frambjóðanda. Já, ég meina, þú segir að þetta sé samsæriskenninga því að liði sem að stendur í þessu ég er í þessu Sjálfstæðisflokki og ég veit að það er margir, bara mjög margir sem þetta ekki huga að kjósa sósíalistað á Bessastaði. Það er ekki samsæriskenninga, fjölmiðlafrelsi á Íslandi er lélegt með að við hinn Norðurlöndin, við vorum að fá glænýja úttekt sem sýnir að við erum aðeins í 16. sæti á meðal hinn Norðurlöndin skipa sér í efstu sæti og eina af rökunum sem nefndi eru til dæmis að Morgunblaðið, eina dagblaðið sem kemur út á Íslandi, það er gefið út á sérhagsmunaöflum, útgerðaröflunum. Þannig að málið er náttúrulega að mörguleiti flókið, það verður ekki afgreitt með einhverjum svona snöggum gífuryrðum. Nei, ég held svona, ég er náttúrulega að fara bara hérna miðjulegina á þessum við einni lagið. Mér finnst rosalega mikilvægt í svona kosningabáratu mitt að fjölmiðlar gæti svona síni aðhald líka og spyrja gagnrýna spurninga og reyna að vera eins jafnir yfir alla frambjóðendur eins og hægt er. Þetta eru málefnin mismunandi og þegar ég horfa á þetta svona úr fjarlægð að þá finnst mér líka að við nefnum Katrínu hérna, hún fekk nú líka alveg erfiðar spurningar í tengslu við sitt fyrir að starfa og svoleiðis og er mikið dæmd af því þó svo hún hafi sett skilið við pólitíkina og sé komin aðra slóðir að það er mikilvægt að fá svör við vissum spurningum, vissulega þannig það þarf að gera málefnalega og ég held að það græði engin á því að fara í eitthvað skítkast og setja út á frambjóðendur því að líka ef það gengur of langt þá fer það bara í meðumgun með viðkomandi. Áður við förum í umræðum innanlandspólitík og það er að mörg að taka, þá langar mig að gera okkur svona smá prinsiptjekk óvænt. Það er Eurovision á morgun og við Brynjar munum þegar Gleðibankinn var hrunfluttur hvað okkur leiði vel árið 1986 og Íslendingar sendu fyrst fulltrúa í þessi keppni. Við höfum aldrei verið stoltari, það var ekki einn bíll á ferðinni. Við vorum öllin í húsi og biðum þess að Ísland myndi vinna Eurovision í fyrsta skipti sem við tekjum þátt. En sannarlega var þetta sameiningartákn, þessi keppni.
Við vorum öll svo stolt af því að vera komin þangað. Við vorum kannski naív en við vorum fallega þenkjandi samstæð þjóð sem nutum þess að fylgja okkar fulltrúum eftir. Núna eru til dæmis systurnar sem við sendum út fyrir 2 árum, yndislegar, Unnu, Hug og Hjörtu þjóðarinnar, þær eru að skipuleggja tónleika í rauninni til höfuðs Eurovision og þáttöku eru á morgun í undankeppni Eurovision með því að halda tónleika í Háskólabíói þar sem á sama tíma og Eurovision fer fram og þær eru að hvetja okkur til þess að sniðganga keppnina og allir tónlistamennirnir þeir gefa vinnu sína og vinnan fer til stríðshrjáðra og þeirra sem er verið að murka lífið úr á Gaza og allt tengist þetta eins og ég þarf ekki að kynna betur þáttöku Ísraels og því sem er að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs. Ætlar þú, Jódís, nú tek ég hringinn, nú kemur prinsipspurningin, ætlar þú að sniðganga Eurovision á morgun og sýna Palestínumönnum stuðning með því? Já, það ætla ég að gera. Ég ætla að borða heima hjá vinkonu á miðvikudaginn, held ég. Ég er svo ruggluð í þessari dagskrá, það er nokkur kvöld. Það er eina sem ég mun verða eitthvað tengt þessu Eurovision og það er nú bara því að unglingarnir og krakkarnir ætla að horfa saman og við fullorðna fólki ætlum að borða. Ég er nú ekki mikil Eurovision kona en það var algjörlega mín skoðun að við ættum að sniðganga Eurovision eins og staðan er núna. Okay. Og bara það hefur verið, það er alltaf ágætt að blanda pólitík, þetta er gríðarlega pólitísk keppni. Hún hefur aldrei verið pólitískari heldur en aldrei verið pólitískari og ég held að við eigum að standa með okkar yfirlýsingum það að styðja frjálsa Palestínu, að standa gegn þessu hryllilega ástandi sem þar er núna og taka ekki þátt. Og með þessari afstöðu er fólk ekki endilega vega að heru sem keppanda, heldur frekar prinsipinu að við stundum Já, algjörlega, en svo hafa nú reyndar líka verið talsverða gagnrýnisraddir á heru, hvernig hún hefur komið fram við þessum Sumumælennar kannski ekki. Já, akkurat. Ingibjörg, sniðgangað ekki? Já, ætli ég verði nú ekki bara í þingsal á morgun. Ég held að sé En ef þú værir ekki í þingsal? Sko, ég er ekki mikill aðdáandi Eurovision. Ég mannist í Gleðibanka. En prinsipið? Sko, prinsipið er þannig að mér finnst vont hvað þessi keppni er orðin pólitísk. Mér finnst það virkilega vont. Hvert er þú svarið? Svarið er í rauninni bara það, það er búið að taka ákvörðun að halda þessa keppni, bursið frá því hvort ég horfa á hana eða ekki. Það að þau séu að halda þessa tónleika í Háskólabíó, bara finnst mér bara ósköp heiðalegt og einlægt og hvet allir til þess að gera það. Það hafa allir sinni rétt til þess að gera það sem við vilja. Mér finnst ekki ætti að réttlæta að stríða á einn eða neitt nátt, alveg sama hvar það á sér staði í heiminum og þetta er bara skelfilegt og bitnar mest á börnum og konum. Brynjar, sniðganga á morgun? Ég hef nú sniðgengið þessa keppni í 54 ár. Ég er sem að gera það ekki á morgun. Og með því ertu að senda hvaða skilaboð? Til fólksins í Háskólabíó. Þér finnst þetta bara hallærislegt? Já, veist það bara hallærislegt. Bara hreinskýri svar. Af hverju finnst þér hallærislegt? Að því, við erum bara þáttakendur í þessu. Þú getur haft einhverja skoðun. Mér bara þreyti með þetta. Þreyti með þetta hallærislegt. Þetta er svona beauty box dæmi líka, sko. Þannig að ég ætla að horfa á keppnina núna aldrei svo vant. Drabjört. Nú varst þú að tala við konu sem hefur farið á námskeið í endurmenntun í Eurovision frá þeim, hjá Eurovision reyni. Velkomin til leiks. Þessi keppni skiptir miklu máli og þykir vænt hana, bara eins og mjög mörgum. Ég ætla ekki að horfa á morgun af þeirri einföldu ástöðu að ég tel mig ekki geta gert margt til þess að styðja palestínsku þjóðuna, en ég get þó gert þetta og ég ætla ekki að banna börnunum mínum að gefa sig að þessu. Ég ætla hins vegar ekki að halda þessu að þeim. Þeir eru nógu svona ung til þess að ég get svolítið stýrt þessu og því sem ég held ég verði mitt í vinnunni. Ef ekki þingsal þá á fundi með flokksfólki. Þannig að nei, ég ætla að láta þetta fram með mig fara núna. Andri Singi? Sko, Eurovision er náttúrulega
pólitískt verkefni frá upphafi. Bara alveg eins og öll Evrópusamvinnað sem sprettur upp úr seinni heimsstyrjöldinni, þá þessari keppni komið á til að tryggja frið í Evrópu, til að læra af stríðsátökum áran á undan og tryggja frið með því að binda álfuna saman í gegnum viðskipti, í gegnum menntun og í gegnum menningu. Og þetta bara pólitík samofin frá upphafi og friður líka. Og það að Ísland sé ekki að sniðganga keppnina núna á sama tíma og sko einn þáttakandinn að fara með þjóðamorð. Ísland, það ríki sem var svona einna fyrst að taka afgerandi skref á alþjóðavettvangi í þágu Palestínu með því að viðurkenna sjálfstæði og fullveldi Palestínu fyrir, hvað það, 10 ár? 2014. Já, 10 ár síðan. Nú lókum við nú bara settum við okkur við að stíða upp á svið. 40-50 börn einhvern einasta dag. Já, þetta eru gerendur í einhverjum versta glæp síðustu ára. Þannig að minnst að Ísland ætti sniðgang og auðvitað gerir ég það. Ég langar að bæta við, þetta alveg hárrétt sem Andri segir, sko þegar keppnin var haldin fyrst 1956 í Sviss þá var það yfirlýstur tilgangur að kveðja ófriðin. Og þegar ófriðin til staðar þá er það meðvitað ákvörðun að horfa fram hjá því hjá öllum Evrópuþjóðum og auðvitað hefur verið sárt að sjá okkur helstu bandaþjóðir taka bara beinlínis afstöðu gegn palestínsku þjóðinni og ég meina mér að minnist þegar ég fór til Þýskalands núna í haust að það blakta ísraelskir fánar samhliða þeim þýska fyrir fram helstu byggingar og maður hugsar já, hvert erum við komin? Og svo búið að banna að palestíski fánin verði þarna í höllinni í Malmö, þannig að sko þetta er svona gengi kannski yfir lengra. Og það er svo sem ekkert nýtt, hatari tryggði Íslandi sekt þegar þeir flögguðu palestínska fánunum í græna herberginu á sínum tíma. En ég held að það sé sko til marks að auðræðið í veröldinni og hagsmunirnir, þeir eru farnir að hafa mjög mikil áhrif á mannúðamál og mannréttindamál og ég ætla að snúa þeirri umræðu hér aftur heim með það í huga. Og við erum hér með fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem að leggja fram mjög umdeilt og óvinsælt lagareldisfrumvarp, ótrúlega eldræða sem Katrín Oddsdóttir hefur flutt þar sem hún sýnir fram á getuleysi íslenskra stofnana til þess að stöðva jafnvel ólöglegar framkvæmdir norskra auðmanna í varðandi strandveldið í sjó á Vestfjörðum og þetta lagareldisfrumvarp er væga sagt umdeilanlegt. Þið hafi svona ekki alveg verið skýr með það hvort þið ætlið að taka afstöðu til viðbragða stjórnarandstöðunar og gagnrýnenda með því að kannski keyra ekki í gegn breytingar sem að í rauninni gefa bara þessum fyrirtækjum þarna ótakmarkaða nýtingarheimild á fjörðum landsins undir business sem er sóðalegur að mörgu leyti. Hann veldur sjúkdómum, hann eykur líkurnar á að íslenski laxinn erfðablandist og eyðileggist. Hann skapar nokkur störf en við vorum líka hér með líffræðing, einn besta vísindamann þjóðarinnar í síðustu viku sem að sagði að þetta væri sko svo arfavond hugmynd burt sér frá þessum lagabreitingum sem við verðum að gera. Að vera með sjókvíaeldi í fjörðum hana fyrir vestan eins og við verðum að gera það og hann rökstuddi það í löngumáli, ég hef ekki tíma til þess að fara við það. En þá komum við loksins að spurningunni, Jódís, ætlið að breyta þessum drögum sem nú eru fyrir þinginu, fyrir frumvarpinu? Og þegar þú segir ætlum við, þá ert að vísa til meirihlutans. Sko nú er málið statt inn í atvinnuveganefnd og þar er það til umfjöllunar og nú ætla ég bara að fá að tala algjörlega heiðarlega. Fiskeldi er eitt af þeim stóru málum sem að ég hef talað fyrir og er hreinlega ástæða þess að ég býð mig fram í pólitík. Ég kem að austan. Ég satt í heimastjórn, var í sveitarstjórn í Múlaþingi, satt í heimastjórn á Djúpavogi þar sem að íbúar eiga allt undir fiskeldinu eftir að Vísir stakka eftir Grindavíkur og skildi allt eftir í rúst. Þá kemur fiskeldið inn og skapar þar störf og vettvang fyrir áframhaldandi búsetu. Það sem að gerir svo undanförnum árum er ótrúlegt að fylgjast með.
í dag fiskeldi nánast í öllum fjörðum Austurlands. Á Seyðisfirði hefur áratugum saman verið byggt upp samfélag þar sem að hefur verið fjölbreytt atvinnulíf en þó fyrst og fremst byggt upp á menningu, menntun, listum og ferðaþjónustu. Staðan á Seyðisfirði hefur verið þannig í gegnum árin að meiri hluti íbúana ítrekað í könnunum, hvort sem að íbúarnir gera þær kannanir sjálfir eða hvort að sveitafélagi eða aðrir gera þær kannanir, á móti öllu eldi á Seyðisfirði. Ég alveg gáttuð yfir því hvernig sú vinna hefur farið fram. Í öllum tilfellum hefur komið upp eitthvað neikvætt. Hvað varðar burðarþolsmat, hvað varðar siglingaleiðir, hvað varðar faristrengin, hvað varðar snjóflóðahættu, en af einhverjum ástæðum, alveg óheppilega, hefur hvert skrefið verið tekið á fætur öðru þar sem að þessu þvingað áfram og áfram og áfram. Þess vegna sagði ég strax og frumvarpið kom fram, ég taka það fram, ég var ekki á þingflokksfundi þegar frumvarpið var afgreitt út. Ég sé í þessu frumvarpi svo margt ótrúlega gott. Við búum við óbærilegt ástand í fiskeldi eins og það í dag. Algjörlega óbærilegt. Hvað gott fyrir frumvarpið breytingarnar? Hvað gott við það? Já. Það að í fyrsta skipti verið að líta til vistkerfisins, náttúruverndar, dýravelferðar. Hvernig? Með til dæmis þessum afmörkuðu svæðum, með hertum eftirlitsreglum og meira eftirliti. Ég var fyrir vonbrigðum með breyting sem að urðu á frumvarpinu á milli samráðsgáttar og þar til það kom í þingið varða til dæmis sektir. Mér hefði þótt eðlilegt að sektirnar myndu miðast frekar við hagnað fyrirtækjana, vera prósent af því, frekar heldur en einhver föst tala. En það sem ég ætlaði að segja með Seyðisfjörð, ég hefði viljað sjá breytingatillögu að Seyðisfjörður falli undir 7. greina. Nú verið að friðlýsa firði fyrir norðan og bara af öllum rökum og sérstaklega íbúalýðræðis og óskum íbúana. Takk fyrir þetta, en eitt í lokin áður en við tökum hringinn. Finnst þér ekkert athugavert að eins og rætt hefur verið að norskir auðmenn þeir bara eignist íslenska firði og afnóta þeim bara aldur ævi? Jú, nú það ekki svo að erlendir auðmenn eignist firðina, þannig verið að útdeila leyfum, en ég ætla bara að halda því til, ég ekki sammála því að hafa að leyfin séu ótímabundin, en það hefur ráðherra sagt að hún hlusti á þessar raddir og það auðvitað borði atvinnuveganefndar að koma með breytingatillögur, en ég heyri ekki betur en að ráðherrann styðji þar. Ingibjörg, hver afstaða ykkar framsóknarmann? Ætlið að hlusta eitthvað á minnihlutann eða? Já, afstaða okkar hefur alltaf verið skýr í þessum málum. Það að það séu tímabundið leyfi. Formaðurinn okkar hefur talað fyrir því í ansi mörg ár og það var svona samhljómurinn í þingflokknum í okkur að við vorum, vorum ekki sammála því að gefa ótímabundið því að þetta auðlindir landsins og við þurfum í rauninni að gæta þess hvernig við útdeilum því. Þannig að formaður atvinnuveganefndar sem framsóknarmaður, Þórarinn Ingi, hann hefur líka talað skýrt um þetta að breyta þessu í meðförum nefndarinnar og það auðvitað þannig að þegar ráðherra hefur mælt fyrir málinu þá málið komið til þingsins eins og Jódís segir og getur þá gert þær breytingar með tillit til þeirra umsagna sem að berast nefndinni. En mér langar að taka undir svona, breytingi sem ég myndi vilja sjá án þess að hafa lúslesið þetta frumvarp, að það sé skýrt tekið fram að það verði tímabundið leyfi, ekki ótímabundið, en það margt gott þarna eins og Jódís segir, það verið að herða reglurnar verulega, eftirlit, sektir líka, það vera háar sektir við strokum fiska. Það líka sérstakir samfélagssjóðir, núna hafa þeir verið skertir til samfélagsins, nú að reyna að öllu leyti til samfélagsins sem mjög mikilvægt. Það líka viðurlög við því að svipta fyrirtæki bara hreinlega leyfi ef þau fara ekki að lögum og reglum. Það líka verið að skoða svona framtíðina, þó svo það kom ekki fram í þessu frumvarpi, þá veit ég að það umræði í nefndinni að skoða svona framtíðasýn varðandi jafnvel ófrjóa fiska. Þannig að þeir sem í svona, í sjókvíum, þessi fiskar,
að innan einhverja, ég veit ekki, 10, 15, 20 ára, að þá verði þeir ófrjóir svona eins og regnbogafiskurinn. En ekki traust til atvinnuveganefndar hrunið eftir að þið gjörbreyttuð búurlaga frumvarpinu og stórsköttuð neytendarétt með þeim breytingum sem voru gerðar á því? Ég reyndar ekki sammála því, ég held að breytingarnar sem þar voru gerðar hafi verið mjög góðar og í rauninni eins og ég segi. Fyrir neytendur? Já, ég vona að skilseti neytenda, það mín trú að það gerir það og ef að það gerir það ekki, þá þurfum við bara hreinlega að taka máli aftur upp og skoða hvort það þurfa að breyta því. En ég er sannfærð það að þetta muni skilseti neytenda. Brynjar, fyrir ekki, en hérna Brynjar, styður þú þetta frumvarp bara óbreytt eins og það hefur verið lagt fram? Já, það reynir nú ekkert á mig í þessu en allt í lagi. Sko, mér finnst alltaf þessi umræða kringum sjókvíaeldi menn sé að grauta saman alltaf hlutunum, sko. Ég get alveg skilið það menn sé bara fyrir á móti því. Segja bara þetta sé skaðleg náttúrunni og eitthvað slíkt. En þegar menn eru farin að blanda inn í þessu þetta sé einhverju auðmenn frá Noregi og Eru það? Sko, við erum alltaf að reyna að keppast í öll lönd að fá erlenda fjárfestingu inn í landið. Það væri ekkert sjókvíaeldi í dag hefðu ekki norsk fyrirtæki ákveðið að gera það. Það væri bara ekki til staðar. Við þurfum líka að passa okkur á að selja ekki náttúruauðlindir Íslands frá okkur og bruna útsölu. Það er enginn að selja. Erlendra auðmanna. Það er enginn að selja neitt. Það er bara að veita aðgang og menn í upphæfi var til að fá menn til að fara í eldi. Að það væri ekki einhvern gjald eða eitthvað himinháa gjöld. Þessi fyrirtæki er ekki svona fann að borga sér arð. Þetta er allt í fjárfestingum ennþá. Þannig að mennið er bara að huga því að hér hefur orðið gjörbreyting á íslensku atvinnulífi, komið mikil verðmæti inn í þjóðarbúið og svo er þetta allir að fara að snúast það að hugsaðlega einhverju norskir menn mun upp til að græði í framtíð. Nei, þetta er nú ekki alltaf snúast Nei, það er farið að snúast það líka. Ég segi bara, heyrðu, erlenda fjárfestingar eru bara að það nú góða. En menn geta síðan að vera á móti þessu eldi. Það hefur komið fram, Brynjar, að þú getur bara byrjað að framkvæma þótt að sé ólöglegt og stofnanir ríkisins get ekki gert. Já, það er síðan allt annað mál. Þær segja, en þeir eru byrjaðar, við getum ekki gert neitt annað en að sekta á pínu. Já, það er alls konar klúður í þessu. Ég er að tala stóra atriðin að fá erlenda fjárfestingu og þess vegna finnst mér ekkert vandamál eitthvað sé ótíðanbundið, það sé ekki tímamörka á nýtingunni því að þá er svona ekki fyrirsjáleiki og þá kannski er erfið að fá menn til að fara í þetta. En það breytir því ekki. Fullveldisrétturinn hverfur aldrei frá okkur, sko. Við getum hætt sjókvíaeldi, sko. Við getum ekki pólitíska ákvörðun það, sko. Okay. Þannig ég hef ekki svo mikla áhyggjur af þessu, sko. Dagbjört. Pólitíska ákvörðun, já. Þá kemur mér í hug 75. grein stjórnarskrárinnar sem þessi ríkisstjórn er mjög umhugað sko. Þannig að við atvinnufrelsi, þannig að við vitum það bæði Brynjar að aðgangur að auðlindum okkar eru þetta bara framseljanleg réttindi og við þurfum að hugsa mjög vel í upphafi hvernig við viljum hafa umhverfið kringum þessa atvinnugrein og ég ætla ekkert að draga úr því að það er að áhrif af sjókvíaeldi á ákveðnar viðkomandi byggðir landsins hafa verið mörguleiti ákveðar. Það hins vegar stefnir margt og bendir margt til þess að við þurfum að gera svo miklu betur í því að styrkja stjórnsýslulega umgjörð. Engin ákveður ég held nefnilega að við séum ekki sammála leiðirnar að því vegna þess að eins og þetta frumvarp lítur út núna og hérna hefur verið nefnt sko með eftirlitið sko til þessa hefur verið hafa aðilar sem hafa viljað hafa eftirlit með þessu þurft að sækja í eitthvað svona nýsköpunar og samkeppnissjóði og til þess að fá fjármagn inn í MAST til þess að hafa eftirlit með þessu sjókvíaeldi til dæmis á Vestfjörðum og þetta hef ég bara beint frá fólki á til dæmis Bíldudal og það er bara mjög slæmt ef við ætlum að halda úti eftirliti með þessari ofboðslega flóknu grein beint frá Selfossi og það er bara staðreind að núna er gert ráð fyrir því þessu frumvarpi að eftirlitsstörfin verða auglýst sem störf án staðsendingar og þetta er í algjöru trássu við það sem hefur verið kallað eftir á stöðunum sjálfum. Við verðum að tryggja staðbundið eftirlit með þessu. Það er bara mjög mikilvægt. Segðu mig Dagbjört, bara þú veist, svo ég skilji rétt að því að nú þekki ég þetta aðeins bara fyrir austan, þar sem ég veit að fyrirtæki þar sem eru með sjókvíaeldi eru að greiða inn til MAST til þess að fá þetta eftirlit, þessi eftirlitsgjöld
Já, það það bara nýtilkomið. Þannig að Nei, það það hefur verið í framan mörg ár, af hafa margir aðilar þurft að sækja í samkeppnissjóð og nýsköpunarsjóð til þess að tryggja bara forsvaralegt eftirlit. Það getur auðvitað, hefur Matvælastofnun lögum samkvæmt skyldu til þess að hafa eftirlit með þessari starfsemi. Þeim ber að gera það. Vissulega, en það umfangi hefur ekki verið nægilegt. Ok, Já. heyrðu Andrés Ingi, þitt teik á þetta? Já, sko við Píratar erum náttúrulega með þá stefnu að vilja hverfa frá sjókvíaeldi, við viljum fasast út bann þetta. Hvers vegna? Það já, svo ákvörðunilega tekin á grunni varúðarreglu umhverfisréttar. Að bara áhrifin á villta íslenska laxastofnin eru of óumflýjanleg virðist vera í þessum rekstri til þess að sé réttlætanlegt að fórna honum á altari þessa iðnaðar. En við erum ekkert blind fyrir efnahagslegum áhrifum á ýmsar byggðir hringinn kringum landið. En það í rauninni, sko, það samt birtingamynd laskarar byggðastefnu. Það birtingamynd ónýts kvótakerfis eins og Djúpavogi. Það birtingamynd þess að stjórnvöld sem alltaf að segjast ætla að gera eitthvað fyrir Austfirði og Vestfirði, gera það aldrei í raun, þannig að fólki þar stekkur á svona quick fix tækifæri. Ríkisvaldið framselur vald sitt til atvinnurekenda. Já, og þá, ég skil vel fólk sem að sér þarna von á að halda lífi í byggðunum sínum, en ríkið það bara stíga inn og sína þeim að það hægt með öðru móti. Og svo held ég að þarf ekki skammgóðu vermir að treysta á þessi fyrirtæki. Við sjáum bara hvernig hefur verið með gjaldtöku hjá Vesturbyggð til dæmis til að fá fyrirtækin til að greiða eðlilegt gjald fyrir notkun á hafnarmannvirkjum. Þar bara það komið fyrir Hæstarétt að fyrirtækin vilja allt gera til að komast hjá því að greiða sveitafélaginu það sem sveitafélaginu ber. Þannig við erum komið svo langt að vera að breyta hafnalögum til þess að veita Vesturbyggð skjól. Hvaða skjól hafi þessi sveitafélagi eftir 5 ár þegar fyrirtækin ákveða forsendurinn sem við allt aðrar fyrir rekstrinum og vilja fara að kreista eitthvað út úr þeim. Og þar að ekki, minnst nú áhugaverð þetta frumvarp sem við erum með til umfjöllunar að stjórnarflokkarnir hafi verið svo blindir á stemningunni í samfélaginu gagnvart ótímabundnum nýtingarleifum á sameiginlegum auðlindum að það hafi eins og verið lagt fram í frumvarpinu en nú allavega 2 flokkar komnir á handarhlaupum að flýja undan þeirri stefnu. Ætlið að stoppa þetta frumvarp með málþófi? Við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessu frumvarpi. Ég held að sko stjórnarflokkarnir sjá bara ágætlega það sjálfur að drepa það í nefnd með hvað þau eru að tala hvert í sína áttina. Einmitt, við þurfum að láta þetta duga þetta í bili því að ég veit að Ingibjörg, þú þarft að víkja velli eftir örfáa mínútur. Þú þarft að fara á fund en við hinn ætlum að halda áfram að spjalla áhorfendur góðir. Kannski ágætt að minna hlustendur sem eru að fylgjast með þessu hafa kannski dottið inn í okkar útsendingu í útvarpinu því við erum bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og alls konar hlaðvarpsveitum á internetinu að þeir eru hlusta á þáttinn Þingið sem fastur liður á Samstöðinni. Hjá mér eru 4 þingmenn og 1 varaþingmaður, Dagbjört Hákonardóttir, Samfylkingu, Andrés Ingi Pírötum, Brynjar Níelsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, Ingibjörg Ísaksen, Framsóknarflokki og Jódís Skúladóttir, Vinstri grænum, 2 landsbyggðarþingmenn og 3 höfuðborgar. Já. Ef ég les þetta rétt. En Ingibjörg, þið voruð að fá töluvert harða gagnrýni í ríkisstjórninni fyrir fjármála áætlun sem að nú fjármálaráðuneyti komið í ykkar hendur og nefnd sérfræðinga sem að sendi frá sér álit. Henni líst ekki á öllu leyti vel á forsendur ykkar fjármála sýslu fram í tíma til 2029. Tekjur ofmetnar jafnvel eða ótryggar ákveðin óskhyggja í hinn og þessu. Við erum að borga náttúrulega ansi mikið fyrir skuldir ríkissjóðs í vexti og náttúrulega á sama tíma eru heimili landsins skuldsett, þeim blæðir mjög því enn dregst að lækka vexti. Verðbólgan ennþá mein. Því hefur verið spáð að í ykkar höndum, nú verða kosningar annarkvort í haust eða að ári, það hefur verið spáð að þið muni bara opna vasana eins og svo oft það var, þið framsóknarmenn og farin siglið með okkur öll til helvíts fjármálalega. Mikil ábyrgðina. Hverju svarar þessu? Það heldur betur dramatíska lýsingar hérna. Já, sko, ég reyndar með telst til að við séum 3 frá landsbyggðinni að það ekki að við teljum þið með. Jú. Það ekki, nokkuð jafn bara í liðanum. Sko, bara já, takk fyrir þetta. Fjármálaráð þetta sendi sína álitsgerð varðandi fjármálaáætlun og við erum líka að hafa það til huga núna að fjármálaáætlun til 5 ára, hún alltaf endurskoðuð árlega og tekið tillit til aðstæðna í samfélaginu hverju sinni.
Ég alveg sammála að vextir og verðbólga of há. Við hefðum viljað vera að koma með hana lægra núna þessum tímapunkti heldur hún en það líka bara mikil þensla í samfélaginu. En það eru samt vísbendingar það að hún sé að fara lækkandi og hún að fara lækkandi. Þannig að við bindum vonum við það að það muni að halda áfram. En það samt líka, fjármálaráð kom samt líka með mjög jákvæða umsögn. Það sem töluð það að staða íslenska efnahagslífs og opinbera fjármála góð í samanburði í rauninni við flest önnur lönd í Evrópu. Við erum að sjá það að kaupmáttur, hann hefur vaxið, atvinnuleysi lítið, jöfnuður mikill og lífskjör almennt bara með því betra hér á Íslandi með við nágrannar þjóðir okkar. Og skuldir eins opinbera ekki mjög háar í alþjóðlegum samanburði. En eru við að ómeta tekjumótilið og liggur þetta á brauðfótunum? Sko tekjur ríkissjóðs hafa verið hærri heldur en áætlanir hafa sýnt síðastliðin 2 ár. Miklu töluvert hærri, ég held að sé á annað 100 milljónir krónur samanlagt eða ekki, ef ég man rétt. Nú Jódís í fjárlaganemnd og þekkir þetta betur en ég tölurnar alveg, en svo þurfum við líka að vera sanngjörn. Við þurfum líka kannski að horfa á hvað hefur verið í gangi í samfélaginu og í heiminum undanfarin ár. Við þekkjum öll COVID og aðgerðir í tengslu við COVID og Ísland reis mjög hratt og vel upp úr því með aðra þjóðir. Við erum með stríð í Úkraínu sem hefur alveg áhrif á innflutta verðbólgu og það sem má ekki gleyma að Grindavík sem viðvarandi verkefni fyrir ríkissjóð og allir flokkar á þingi hafa staðið bara vel og það hefur verið mjög góð samhljómur en það eru útgjöld í tengslu það eðlilega. Já, ég var að lesa í síðasta nýjasta tímariti vísbendingar sem fjallar efnahagsmála að staðan svo sem ekki alslæm. Það er alveg matmargra. En vandamálið kannski að sami hópurinn alltaf í þessari kreppu sem eru leigjendur. Þeir vildu ekki koma á bremsu í þeim efnum og það ákveðin hluti jaðarsettur og í fátækara gildur fastur núna. Hvað ætlar að gera fyrir þá? Áður en hún víkur á velli? Já, það eru húsaleigulög núna í gangi sem á að vera til þess að skrá frekar í rauninni leigu hækkanir á leigumarkaðnum. 25%. Skipta mjög miklu máli og það þessi húsnæðisbætur sem að ríkissjóður að leggja fram í tengslu við líka kjarasamninga og þessi langtíma kjarasamninga sem náður skipta gríðarlega miklu máli en það alveg sammálaðir að það þarf að huga þeim sem verst standa í samfélaginu og með því að ná verðbólgum og vöxtum niður líka besta kjarabótin fyrir fólki í landinu vissulega og ég það líka bara verðum að hafa líka það í huga að við erum með barnabætur, við erum með húsaleigubætur, við erum með alls konar úrræði til þess að hjálpa fólki að komast og eigna sína fyrstu íbúð. En fyrst og fremst stöðuleiki í samfélaginu, efnahagslegu stöðuleiki, kjarasamningar, það sem skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum líka með kerfi þar sem að svona heiðalegu láglaunamaður eins og ég hef alltaf verið af því ég hef kosið blaðamennskuna, hún illa borguð. Ég verið líka með kerfi þar sem ég fekk alltaf vaxtabætur verslunum og það skiptir miklu máli. Maður átti börn og maður fekk líka barnabætur. Þetta skiptir mjög miklu máli. Núna eru fríðindil þegar hennar ríkustu. Þú borgar í sér sparnað, lífeyrissjóð, þaðan kemur þetta, en venjulegt fólk sem hefur ekki efni á því að eyða þessum 5 eða 10 skalli ekstra á mánuða móta því það bara best í bökkum. Það bara skilið eftir, meir og minna út á garði. Hvað var það barnabætur og vaxtabætur og það fáránlegt. Ég bara fullyri það að það fáránlegt eins og vaxtastíðið núna að það sé ekki komið meira á móts við þá sem eru skuldugir, barnafólk í eiga að nafni til húsnæði sitt en sjá mánaðarlega afborgun kannski stökkbreytast 100.000. Sko þessi tilfærslukerfi eru mikilvægasta kjarabót, ég ætla bara að grípa hérna inn í. Það gífurlega mikilvægt að hérna verði eitthvað endurreisn á tilfærslukerfinu. Við erum að tala um húsnæðisbæturnar sem við fórum með vaxtabóta, húsaleigubóta, barnabóta. Við sjáum einhverja viðleitni í þær áttir að koma þeim aftur á en þetta auðvitað bara hænusskrefi átt að því stóra skrefi sem þurfum að stiga í áttan að því kerfi sem eitt sem var auðvitað hannað jafnaðarfólki. Ég klára eins og bara áðan í fernefnilega vegna þess að því hún talar vaxtabæturnar sem ég var komin inn á og náði myndi ekki að klára að það hópur á störfum núna við endurskoðun á vaxtabótakerfinu sem einmitt að skoða það hvernig hægt að breyta þessu kerfi í tengslu við bara hvernig gert á Norðurlöndunum til þess að koma sem best til móts við þá einstaklingar sem að standa hvað lögstum fæti. Þannig að þetta í rauninni vaxtabótakerfi held ég ekki taka breytingu finn að minnsta kosti
árið 2007. Það tekur tíma en þetta í vinslu til þess að skoða þetta og mæta þessum hópi, vissulega. Kærar þakkir fyrir komuna Ingibjörg, ég veit að tímiðinn, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég var að mæta eftir örfáa mínútur annar fund. Eftir örfáa mínútur, en takk fyrir að koma, við kunnum vel að meta það. Bara takk fyrir mig, gaman að koma. Gangi þér vel í þingstörfunum og öðru. Takk. Við biðjum að heilsa framsóknarmönnum. Ég skila því. Nú, ég ætla kannski þá aðeins að inn í þetta sko, Andrés Ingi, ef þú værir í ríkisstjórn, myndir þú fremja hólskurð á þessu bóta sístimi eða hefur aðra leiðir til þess að auka tekjur ríkisstjórns til þess að það væri hægt að jafna stöðum milli fólks? Sko náttúrulega helsta sem þarf að laga í þessu bótakerfi öllu er að einfalda það, að draga úr öllum frádráttarliðunum, þannig að fólk geti látið sér líða eins og það sé ekki alltaf glæpamenn eða að vinna sér inn eitthvað svona til hliðar við lífeyrin. En sko stóri vandinn núna er líka húsnæðisskortur og það að ríkisstjórnin á síðustu árum hafi dælt milljörðum og milljarða ofan eftirspurnarmegin, hjálpað auðugu fólki að auðgast meir á meðan framboðsliðin er vanrækt og stundum finnst manni eins og að fara ekki alveg saman hljóð og mynd þegar fólk talar að vilja bæta úr þessu. Við vorum til dæmis í vetur að afgreiða frumvarp sem lögfesti heimild fyrir sveitarfélög að krefjast þess að ákveði lágmark á uppbyggingareitum sé ráðstafað til hagkvæms húsnæðis. Þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg hefur verið sérstaklega framalega í að gera og hefur bara gjörbreytt samsetningunni á ákveðnum svæðum. Og það var gert samkomulag milli samband sveitarfélaga og ríkisins að þetta hlutfall ætti að vera 30% hagkvæmar íbúðir, 5% félagslegt húsnæði og restin geti síðan verið eitthvað annað. Þegar komaði að lögfesta þetta þá er þessi 30 plus 5% allt í henni að 25%. Þannig að það mátti ekki lögfesta það sem var búið að skrifa undir að væri samt markmiðið. Þetta við lögðum fram breytingatillögu þess efnis og hún var bara golffeld af stjórnarliðunum sem samt standa að baki undirskriftinni sem samkomulagið byggir á. Og þetta verður náttúrulega einfaldast aðgerð í heimi að dæla pening inn í almennu íbúðirnar, hagkvæma húsnæðið. Það hefur verið að vaxa og það hefur verið að sýnast að það virkar tvöföldum eða þreföldum og þá erum alltaf einu komin á allt annan stað. Félagslega lausnir? Já, bara að líta húsnæði sem grunnréttindi sem ríkið verður að sjá til þess að sé í boði. Ríkið að sjá það þau mannréttindi. Já, það er enginn á markanum í Dagbrynjar sem hefur þá ábyrgð að tryggja öllum húsnæði. Sko, við erum komin 100 ára aftur í tíman, Andrés, sko. Já, viltu ekki segja bara vinnum okkar á Norðurlöndunum það og í Evrópu allir það sem ofnadrifin leigufélög og kannski næsta landsfundi bröskurunum sem að kaupa og selja íbúðum með byggingarétti. Ég komin aftur í auðvaldi og braskar og ég komin 50 ára aftur í tíman, sko. Já, þeir eru búin að færa þangað. Jafnaðarmenn hafi ekki gert neitt í þessu kerfi. Jafnaðarmenn hafa aldrei stjórn. Allt þetta kerfi er á vegum Sjálfstæðisflokksins. Jafnaðarmenn eru bara út í túnu hafi verið mjög lengi. Gott að vita hver á skuldina. Já, sko, það sem ég er bara að segja, með húsnæðisskort, þetta snýst framboð á húsnæði, sem hefur ekki verið róð gott. Og Reykjavíkurborg staðið sér vest í því. Hvort sem ykkur líka betur, síðustu 10 ár, síðustu meira en áratugin. Þannig horfum bara á það. En skoðum heildarmyndina. Sleppum aðeins auðvaldun og bröskurinn, skoðum heildarmyndina. Það hefur orðið gífurleg kaupmáttaraukning hér síðasta áratugin. Gífurleg og hlutfallslega mest fyrir þá sem höllustu fæti hafa staðið. En það breytir því ekki að núna eru auðvitað vextur og verðbólga út af sérstökum ástæðum. Gerir mönnum auðvitað erfiðara fyrir. En hér tala menn eins og allt sé að fara til andskotans. Það er bara fjarri lagi. Þetta er bara glíma sem við þurfum að glíma við. Þetta er bara erfitt ástand sem við þurfum að glíma við og við tökum bara á því. En alltaf að fara að breyta hérna, já, erum bara ríki að sjá allt húsnæði, við erum að sjá allt og þetta er alltaf að hækka skatt á meiri pening. Þetta er ávísun á tekjur ríkissjóð, þetta er ávísun á vandraða ástand. Það er bara þannig og saga kennur okkur það. Sýnist Dagbjört að þú viljir svara þessu eitthvað örstutt, eða hvað?
Já, ég auðvitað bara gef ekki mikið fyrir þessa einföldu afgreiðslu á mikilvægi þess að við séum hérna með almenn leigufélög óhagnaða drifin og gætum þess að hér séu allir með aðganga að viðráðanlegu húsnæði sem hendar almennu launafólki. Séreignarstefnan auðvitað hefur verið viðvarandi stefna hjá... Hún er góð. Já, en ég verð samt að segja að við þurfum öll að búa við húsnæðisöryggi, Brynjar. Og það er eins og... Við komumst ekki lengra með þetta. Það eru nokkur mál sem ég ætla að ræða áður en ég ætla nú að fá að koma aðeins inn í þetta líka. Bara varðandi fjármála áætlun, þá kom nú Ingibjörg bara mjög vel inn á þetta, en ég vil fá að bæta því við að við erum auðvitað í heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, af því að Andrés bendir nú hér á skerðingar og fleira, að við erum að stíga gríðarlega stór og öflug skref í þeim málaflokkum og varðandi húsnæðismálin að það er svolítið ósanngjarnt að segja að hér gerist ekki neitt og hér sé alltaf vonar völ. Hér er verið að byggja gríðarlega mikið og í þessari fjármála áætlun er talað 10.000 íbúðir á... Þetta er bara allt og seint, sko. Já, ég meina, eitthvað þarf að gera og það er gott að við séum að halda áfram á þessari braut. Ég get eiginlega samt ekki sleppti að ræða fjármálaáætlun án þess að koma því að auknum útgjöldum fyrir ríkissjóð er mætt með aðhaldi á þá sem er standið þjóðfélaginu og við sjáum það ekki síst með því að hér eru nefndar kjarabætur til öryrkja. Það er verið að slá umbótum til þeirra á frest í meira en ár. Það þarf hvorki þáttastjórnandan eða þingmann til þess að sjá það að tilhneigingin í íslensku stjórnmálum síðustu áratugi, hún hefur verið svo að hlaða meira undir botna þeirra sem meira meiga sinni í samfélaginu heldur en þeirra sem minnst meiga sinni. Ég verð nú að segja, sko, þetta er alrangt sem að Dagbjört er að halda hér fram að hér sé verið að fresta einhverju til þess að spara. Staðan er þetta, það var ákall frá þeim stofnunum sem munu þurfa að vinna eftir þessum nýja kerfi. Þau voru einfaldlega ekki tilbúin að byrja áramót. Ok, en ég ætla að víkja umræðinu núna í svolítið annað. Þið í Samfylkingunni fylgi ykkar mælist með heiminskautum og þið njótið þess að hafa formann sem er snjöll og hérna... Ég er líka snjöll. Þú ert það líka og þakka þér fyrir að koma hérna og sína okkur það. En hérna, sem sagt, það er mikið persónufylgi í kringum formannin en á sama tíma þá verist vera einhver stefna hjá ykkur að þið viljið ekki styggja nokkurn mann og allt það sem að allt sem að hefði geta aðgreint ykkur frá öðrum flokkum núna eins og bara gangi ESB, taka upp evru, öll þessi átakamál að fremja uppskurða á sjávarútvegskerfinu og fleira. Þið virðist vera að biðla bæði til sjálfstæðismanna og framsóknarmanna núna og alls samfélagsins ég ekki gera neitt sem geti ruggað kerfunum og stuggað við nokkru manni. Núna síðast þá er eiginlega formaður ykkar að lofa útvegsmönnum að þeir þurfi ekkert að óttast. Hún sagði á fundi með fulltrúum í sjávarútvegi helgina eftir því sem fram kemur í Morgunblaðinu að hún vilji bara að þið komist á þann stað séu stolt af kerfinu og greininni og séu ekki tökumst á upphæðir frekar en nákvæmlega stórkostlegt kerfis uppbrot sem skapar líka þessa hræðslu í kerfinu og ef maður svona þýðir allt sem að þarna kemur fram yfir á mannamál þú sé ekki betur og hún sé að tala að veiðigjöldin hækki eitthvað pínulítið en samt eiginlega ekkert sem neinu máli skiptir. Er línan hjá ykkur núna fram að kosningum svo að þið ætlið ekki að standa fyrir neitt sérstakt nema bara einhverja barnabætur og eitthvað svona auka eitthvað tilfærslukerfi og þið ætlið bara að horfa til hérna beggja átta með það eitt að markmiða að komast í ríkisstjórn en maður kannski áttar sig ekki alveg á því til hvers. Hvar á ég að byrja, Björn? Gjör svo vel, bara það sem þú vilt. Svo ég tala nú bara það hvort að það ekki breyta neinu. Í sambandi við sjávarútvegskerfið. Þú hlýtur nú að sjá það. Þið eru fallin frá fyrningaleiðinni sem einu sinni að tala fyrir. Það er enginn að tala það. En það var talað það. Já, sko, við getum þetta ekki borið ábyrgð á því sem hefur verið lagt upp sem hugmyndir hér. Og stefna Samfylkingarinnar er auðvitað bara að teku breytingum samhliða tíðarandanum. En ég ætla bara að segja þykku það
að við höfum bara mikla ábyrgð sem stóri jafnaðarmannaflokkur sem við höfum viljað vera. Við vorum auðvitað í upphafi stofnunarflokksins 1999, gekk í flokkum 2002, 17 ára gömul. Þannig ég þekki það að vera í stórum flokki. Það sem við þurfum að taka bara ábyrgð. Svo ég fá klára björn. Þið eru hún að þið rúnið af öll álitaðarna? Við þurfum að fara örugg skref í átt að ábyrgum markmið. Hvernig? Og við þurfum að taka þá stefnu að við þurfum að vera í samstarfi. Við stefnum ekki inn í það að vera einræðisflokkur hérna í þessu landi. Þannig að þið eru nú þegar farin að semja fyrirfram vegna þáttöku ykkar í næstu ríkisstjórn. Eigum við ekki bara að skilja mikilvægi þess að bjóða upp á þjóðarsátt í þessu þjóðfélagi? Að taka bara ábyrg afstöðu til þess þegar við förum inn í miklar þjóðfélagsumbætur sem svo sannarlega viljum standa fyrir. Hvað verður þá prinsipin, kjarnan í stefnunni, tilvist ykkar? Björn, hefur þú hlustað á okkur í þinginu, í gagnrýni okkar á forgangsröðun íslenskra fjármála? Hefur hlustað á það, hvernig hefur verið gjörsamlega vanrækt að kalla hérna á ábyrga tekjuöflun í þjóðfélaginu? Hefur hlustað á það, hversu ítrekkað og ríkt við höfum bent á það að hér hafa viðkomustu hópar eitthvað verið vanrækti til margra ára. Það bara fáránlegt að standa hérna og segja að samfélkingi standa ekki fyrir meira áttar umbótum og aftur hvarf til þess jafnaðarsamfélag sem vorum. Hérna, ég fæ nú kannski aðeins að grípa inn í hérna. Ég hef nú verið svolítið hugsandi yfir stöðu samfélkingarinnar og þeirra gríðarlegu breytingar sem hefur orðið mjög hratt þar á stefnu. Og mér langar sérstaklega að nefna þá líka útlendingamál að það var nú bara mikil þögn í þeim málaflokki framan af þessu kjörtímabili, algjörlega, en nú svo... Nú erum við öll orðin miðflokksmaður, sagði einn í umræðum þegar var verið að kynna... Já, og ekki síst samfélkingin kannski, ég veit það ekki, og horfa mjög sterkt til sinna félaga í Danmörku og hérna... Þetta svo ódýrt. Hvernig gerum við það? Getur þú nefnt mér eitt með það sem við erum að taka fyrirmyndir frá Danmörku? Það hefur bara verið talað fyrir því þinn formaður að herða og líta þangað. Hefur minn formaður sagt við ætlum að gera þetta eins og í Danmörku? Nei, þetta er bara algjörlega út í loftið. Já, þú telur ekki að þið hafið þegið eða haft bara þögn allt kjörtímabil í útlendingamálum þar til núna, hvar stefnan hefur fært mjög til hægri. Nei, en það líka í fleiri málum að ég held að, hér mikið talað einmitt þá sem verst standa. Ég held að ef við horfum bæði á þetta kjörtímabil og það síðasta, að þá hefur, og auðvitað sérstaklega staða Vinstri grænna í þessu samstarfi, hefur verið grettistaki. Við erum að gera hluti sem að aldrei áður hafa verið gerðir. Jódís, þið mælist með 4,4%. Já, ég veit allt hvað fylgir er. Ísland vill ykkur út af kortinu. Já, af því að það vill samfylkinguna með sína, en horfiði bara ykkur nær. Þið eru ábyrg fyrir því að óvinsælast í stjórnmálamaður landsins orðin forsætisráðherra með því að þinn formaður stökk frá borðið í forsætisframboð. Nú skulum við vera sanngjarn. Það fáránlegt að segja að Katrín Jakobsdóttir sem hefur verið í stjórnmálum einna lengst af þeim sem þar eru í dag hefur skilað ótrúlegu verki innanlands sem utan sé að stökkva frá borð. Það hefur ekkert að gera með það að beint eða óbeint þá leiðir brotthvarf hennar og hryggjarstykkið í því að þið voruð í þessari stjórn, þið voru alltaf að tala af því að Katrín forsætisráðherra, þá ætlum við að gera þetta og það verður aðeins minni skaði að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum ef við erum með þeim og sjálfstæðisflokkurinn spiltasti flokkur landsins og við erum óspilt og við erum frábær og við ætlum að vera með þeim, sögðu við alltaf, að því við erum svo mikil áhrif. Hvað stendur eftir núna? Þú bara skalt horfa á það hvað Vinstri græn hafa gert í þessari ríkisstjórn. Það stendur ótrúlega mikið eftir. Það sem þú ert að segja áðan hérna. Við stöndum raunverulega mjög vel með fjárhagslega, með að við gríðarlega erfiðar aðstæður. Við höfum komið á betra samfélagi, hvað varðar hinsegin fólk, hvað varðar konur, hvað varðar fólk á flótta. Við höfum bara aldrei séð eins mikið lagt áherslu á að taka vel á móti fólki og taka á móti mörgu fólki. Sérstaklega þjónustusviptingin sem var samþykkt í fyrra, hún hefur komið mjög vel eitt og heldur fyrir fólk á flótta. Já, það eru rúmlega 10 mann sem að hafa setið eftir varðandi það, en að samaskapi hafa það náttúrulega reyna að svelta nokkuð til hlýðinu og fá því þannig sjálf. Það hefur enginn soltið og ég ekki mér veit en það var því mætt og bæði í samstarfi við Rauða krossinn og aðra erum við að gera okkar allra besta. Það verða alltaf einstaklingar sem að munu eiga
erfitt, hvort sem það eru fólk á flótta, hvort sem það eru öryrkjar, einstæða mæður, það verður alltaf svo að einhver mun eiga sárt að binda, en að hafa Vinstri græn í þessari ríkisstjórn hefur lyft öllum þessum hópum stjarnfræðilega hátt upp. Jódís, ég er eitthvað aðeins eldri en þú held ég ætla ekki að slá mér upp á því, en ég er nú búin að vinna 40 ár í blaðamenn, sko. Ég er búin að fylgjast mjög lengi með þessu samfélagi, eins og styrmir, og ég er sammála að það er ógeðslegt, sko. Ég ætla að segja það að sko orðræða ykkar í Vinstri grænum, hún var alltaf slík að það væru 2 flokkar langspiltastar á Íslandi, þetta væru valdaflokkarnir. Núna er það eina sem tryggir þessum 2 flokkum völd í landinu, það eru þið, foringjalaus eftir að Katrín fór, þið eruð eldsneytistankur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins til þess að ráða ríkjum fram á haustið 2025. Nú skulum við bara til gamans. Þið sem að töluðu alltaf fyrir því að þessa flokka þyrfti að losna við. Við erum með dálítið mengað eldsneyti því að Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei staðið lagar og það má nú kannski þakka Vinstri grænu það ef að fólk er svona illa við Sjálfstæðisflokkinn. Við skulum átta okkur á því, við erum ekki foringjalaus. Guðmundur Ingi Guðbrandsson er okkar formaður og við erum mjög ánað með hann í því hlutverki. Þið eru eiga síður það sem að límir saman þessa 2 flokka sem þið vilduð alltaf losna við, sögðu, og þið sögðu að þeir voru gjörspiltir. Og þið sögðu að ykkar áherslur væru allt aðra, það hefur verið til vinstri, það voru umhverfis áherslur. Heyrðu, nú ætla ég bara að segja, sko það þarf ekki að stöðva neinar prentvélar, það heyrði það enginn fyrst hér að Sjálfstæðisflokkur Framsókn og Vinstri græn séu ekki með sameiginlega stefnu. Þetta eru gríðarlega ólíki flokkar. Tókuðu umræðum að sprengja ríkisstjórnarsamstarfið þegar Katrín hætti? Tókuðu umræðum það í þingum? Sko við tókum bara umræðuna að fara í samtalið við hina flokkana. Það gerðu formenn þessara 3 flokka. Það var farið yfir hvaða máli eru gríðarlega mikilvægt að verði kláruð og niðurstaðan var sú að það skiptir meira máli að klára til dæmis stóra málið öryrkjana heldur en að sprengja ríkisstjórn og fara í kosningar. Er það gott akkurat núna í rétt fyrir forsetakosningar, fá einhverja starfstjórn, þá bara ekki metið að það væri gott fyrir þjóðina. Gott og vel, takk fyrir þau svör. Andrés Ingi, aðeins Samfó. Má ég kannski fyrst aðeins... Já, gjörðu svo vel, þú átt svolítið inn í taltíma núna. Að því að mér finnst þetta svo merkilegt að fylgjast með þessu raunveruleika rofi sem er orðið hjá Vinstri grænum að tala eins og þau sé að standa fyrir alls konar aðra hluti en ríkisstjórnin er að standa fyrir. Hér nú í sérfræðingur í og sérstaklega þegar verið er að tala útlendingamálin þegar verið er að tala útlendingamálin þar sem að sko Vinstri græn voru mótorinn á bakvið það að klára slæmt frumvarp fyrir ári gerði það meðal annars með því að slá sér á brjóst fyrir að hafa náð út ákveðnum ákvæðum sem síðan dúkkuðu aftur upp í frumvarpi sem er núna inn á þingi og komst þar í gegn. Þar með náðu að taka út það sem þau sögðu vera það ógeðslegasta í útlendingafrumvarpinu bara til að fresta því í 1 ár. Það er að skada minkunni. Það er ekki búið að afgreiða það frumvarp, sko. Nei, það er fyrir þinginu í ykkar nafni að það lagt fram sem stjórnarfrumvarp. Og þannig að sko, þeir eru ekki sammála í öllum málum flokkarnir. Það breytir ekki að ykkar harðsvíraða útlendingastefna til dæmis er einu og hinn sama sem ríkisstjórnar. Þið hafið staðið fyrir þjónustusviptingunum, þið hafið staðið fyrir því að búa til jarðveg fyrir umræðu hennan málaflokk sem hefur ekki sést áður á Íslandi. Þessi ríkisstjórn hefur búið til pólunina sem Katrín lét eins og hún ætlaði að vinna gegn þegar hún myndaði þessa ríkisstjórn. Þið eru orðin eitrið sem þið létuð eins og ætluðu að hreinsa af landinu. Þetta er náttúrulega bara þvættingur Andrés, þú veist það. Ef þú horfir á stóru myndina, ekki bara hér á Íslandi, hvað við höfum gert hvað með flóttafólki sem er varpa á götuna í Grikklandi og það horfa á stóru myndina hvað þið séu frábærlega góð í einhverju sem að engu skiptir. Við erum að gera kerfið mannúðlegra. Ég er ekki pírati eins og þú. Ég vil ekki opin landamæri. Ég vil hafa gott kerfi. Þú ert alltaf að tala í átt að því. Við verðum að hafa hér kerfi. Ég hef talað á nákvæmlega sama hátt öll mín ár inn á þingi nema einu sinni rúmiðust þær skoðanir í þingflokki Vinstri grænna. Það er löngu búið. Einu sem voru píratar og Vinstri græn hönd í hönd í þessum málaflokki. Hönd í hönd í þessum málaflokki. Ekki bara Vafki voru raunsætna, heldur þú? Vafki er bara búið að breytast í sjálfstæðarflokk. Ég held bara að við þurfum að horfa það sem að skiptir mig persónlega mestu máli. Það er að við höfum hér
góða og mikilvæga inngildingu. Þetta frumvarp sem Andrés vísar í núna fyrir allsherjar- og menntamálanefnd þar sem ég sit. Og vinnur gegn inngildingu. Mjög góða gesti og gagnrýni og umsagnir þetta frumvarp og þess vegna erum við nú með það í vinnslu að því þannig nú bara þingræðið og ég vænti þess að þegar við horfum á stóru myndina, við horfum til nágrannalandana, við erum hér með ágætt kerfi, hér ekki fjöldi nákvæmlega þú varst að skamma Dagbjörtu fyrir að Samfylking var að horfa til. Þess vegna hef ég alltaf sagt í þessari vinnu að við horfum til Noregs frekar en Danmerkur sem Samfylkingin horfum til. Þið erum náttúrulega í kapphlaupi á botnin á Norðurlöndum. Þetta er ekki málefni. Það er bara ekki rétt. Ykkar dómsmálaráðherrar hafa alltaf leitað vesturlausnana frá Norðurlöndum til að flytja inn í gegnum frumvarp sem þið síðan hjálpið í gegn. Ef ég má aðeins skjóta inn í þá auðvitað þetta frumvarp til breytinga útlendingalögum. Það í rauninni það versta í því eru stórar breytingar á því sem lítur af fjölskyldusameiningu sem ég persónulega tala svona varhug við. Ég held að fjölskyldusameiningar og allar takmarkar af þeim sé til þess fallega að koma í veg fyrir farsæla inngildingu fólks sem vil hafa stað hér á landinu. Ég tek undir það. Já, við skulum bara það vona að við náum einhverja lendingu í þessu máli. Ég allavega bjartsýn að ef svo að þá getum við náð að falla frá breytingum sem lúta því. Ég vona það svo sannarlega. En bara svona aðeins, mér finnst við þurfum líka bara að vera svolítið fókusirað á málefni hérna. Og við eigum svo mikið undir því að Íslands samfélag sjáu það að stefna ríkisstjórnarinnar sem byggist umfram allt á því að vera íhaldsöm þegar lítur að forsvaranlegri tekjuöflun ríkissjóðs hún er ekki fram að ganga. Og ég held að það sé bara fyrst við vorum hérna og ég þarf nú aðeins að koma inn á það áða vegna svo sagði að Samfylkingin var hann stefnulaus. Ég veit ekki neitt hún er færst til hægri, ég sé það allavega, hún er ekki stefnulaus alveg, en hún er færst til hægri. Þú sagði nú að staðum ekki fyrir neitt. Ég ætla bara að biðja þig að segja mér það hvernig jafnaðarmannaflokkur norðin fyrirmynd sem tala fyrir mjög ábyrgri tekjuöflun inn í þá sjóði þar sem hafa stækkað hvað mest á undanförnum árum og undanförnum áratugum, átíðasundalaust, hvernig það felur í sér hægri stefnu. Og það engin stjórnmálaflokkur sem hefur staðið fyrir bara öflurum málefnavinnu í til dæmis bara heilbrigðismálum eins og Samfylkingin sem hefur og við hefum ferðast land allt til þess og mátað bara verkefni og mjög vel útfæra stefnur í heilbrigðismálum. Við hefum skert það sami atvinnu- og samgöngumálum og núna stendur fyrir jafnöflug vinna í húsnæðis- og kjaramálum sem ég hlakka til að kynna fyrir ykkur. Andrés Ingi, þið Píratar hafið aldrei komist í ríkisstjórn. Stundum hefur verið sagt að það sé ekki hægt að hafa ykkur ríkisstjórn. Kannski langar ykkur núna til þess að komast í næstu ríkisstjórn. Kannski hafið þið velti fyrir ykkur að það gæti verið gott að komast með Samfylkingunni í næstu ríkisstjórn. Þú fylgist með Kristrúnu og félögumennar. Þú hefur séð flokkin breytast eftir að Kristrún tók við. Slær hjartað þitt með gildum Samfylkingarinnar eða finnst þér að þessar breytingar sem við erum að ræða hérna á stefnu flokksins að þær hafi minni samhljóm í þínu Pírata hjarta? Fyrst varandi það hvort við eigum heima í ríkisstjórn, þá held ég að það sé algjört já. Okkar fólk í borginni hefur sýnt það sem við erum búin að vera að núna 3. kjörtímabilið í meirihluta að þau eru bara mjög samstarfsfús og skila sínu vel. Gera málamiðlanir? Já, gera málamiðlanir án þess að gefa afslátt á grundvallar mannréttindum. Það er lykilatriði sem má ekki gleyma, Jódís. Við höfum í borginni mitt starfað með Samfylkingu allan tíma og það hefur bara gengið ágætlega því að stefnur flokkana eru ekkert langt hver frá annari. Ég er alveg sammála að það er nýr tónn í því sem Samfylkingin er að setja fram núna undanfarið og ég ætla nú ekki að kalla það kúvendingu en það er svona aðeins búið að milda orðalega í kringum sjávarútvegsstefnuna til dæmis. Stefnan okkar er ennþá óbreytt að allir afleiða frá markað og það hefur verið tímabundnar aflaheimildir og frjálsar handfæravegar og verið aðeins að brjóta upp eignarhaldið í sjávarútvegi vegna þess að kerfið í kringum útgerðina er grundvallar óréttlæti sem almenningur kallar á að verði ávarpað.
En nú Samfylkingin bara búin að pakka þessu niður. Já, það nú alls ekki satt. Þú verður nú að lesa það sem við sendum frá okkur en ekki bara trúa því sem þér sagt kappstofanir. Ég ætla að vona kappstofanir, ég að vitna í ummæli Kristrúnar sem voru en eins og Dagbjörn sagði áðan þá ætlaði hann ekki að vera einvaldur í ríkisstjórn heldur einmitt ræða við samstarfsflokkana og ég veit að þá þeim við flokkur sem að kæmi kannski með yttaðar í sín á suma málaflokka og það myndi bara gera samstarfinu gott. Já. Brynjar, ég sá áður áðan að þú vildir taka þátt í umræðinu en áður hún segir það sem ætlar að segja hvað er ekki þitt drauma ríkisstjórnarsamstarf framundan bara þið og kósí þið og framsóknarflokkunni bara áfram kósí með kannski einhverjum svona flokki fólksins viðreisli? Nei. Mér hefur fundist mjög gaman að horfa hérna fyrir á vinstri menn deila sín á milli og ég sitt bara hérna á bekknum og hlusta Samfylkinguna vil ég segja þetta það auðvitað annar tónn með nýjum formanni og mér finnst auðvitað svona borgarlega sinnuð átt að sig svona öllu jafna á því hvernig verðmæti vera til. Ertu skotin í henni? Svolítið skotin í því Pólitískt það hlýtur að vera í lagi en það var ein setning sem stuðaði með aðeins gott vanrækt að afla tekjur til ríkisins við erum auðvitað ríkissjóður sennilega hvergi öðru landi OECD tekur jafn mikið til sína verðmætasköpun eins og íslenska ríki skattar eru getur mjög háir það auðvitað ekki þannig að hrifsa til sín bara hærri skatta, það hefur önnur áhrif, það svo menn átti sig ekki á því það þýðir ekki alltaf tekjuöflur ríkissjóðs festi því að það sköpuð meiri verðmæti þetta stóri ákvörðun milli okkar en varðandi VG það hefur gengið bara mjög vel hvað að fólki? Íslands samfélag hefur bara gengið mjög vel menn tala alltaf eins og hér sé alltaf fara til ánskotast þetta bara rangt en ég vil segja það að lokum við VG sem auðvitað með fornaldar gjaldþrota hugmyndafræði þá hafa þeir bara staðið sér ágætlega að mörgu leyti í ríkisstjórn sem merkir það að þeir eru stjórntækur flokkur og þeir með eiga það en þeir eru auðvitað algjörlega með gjaldþrota hugmyndafræði og enn meira þarna til Pírata en ég segi bara það snýst, menn tala bara alltaf eitthvað atvinnulífs í eitthvað svo óvinnum hans, það verið að hafa af okkur pening ef það hagnaður í fyrirtæki og þá verið að hafa af okkur ef við komumst ekki út úr þeirri hugsun þá förum við bara niður Já, ég held Brynjar að það sem svona flestir gera athugasemd við það forréttindablinda valdsins og það hvernig hlaðið undir þá sem að eiga mikið fyrir og þótt að sé hægt að fallast á margt af því sem þú segir þá held ég að það sé kannski orðin svolítið mengun frá sjónarhóli ykkar sjálfstæðismanna sem eru eignamenn og stjórnir miklu í fyrirtækjalífi og öðru slíku að þið sjáuð ekki nógu þetta stétt með stétt og allt þetta gamla þegar svona hinn heiðalegi verkamaður kaus sjálfstæðisflokkin ekkert síður en aðra flokka ég held ég hafi mist svolítið við höfum mist svolítið, ég skal viðurkenna það en mesta almannahagsmuna málið öflugt atvinnulíf og í öflugu atvinnulífi verður þetta einhver ríkur Ég getur fannst að það heyrðu Jódís, þú varst búin að viltu eiga lokaorðið? Já, mér langaði bara því hér bæði vísað mjög mikið í vilja þjóðarinnar og þetta gera ákveðnir forsetaframbjóðendur og þetta gera þau að þau standi fyrir svona það sem að þjóðin segir hvað þá þegar það eru tvær algjörlega ólíkar skoðanir meðal þjóðarinnar eða 3 eða 4 þegar að þjóðin ekki samstíga í málum eins og fiskeldi í málum eins og 70% þjóðarinnar á móti sjókvíaldi átnum sjókvíum Já, en ég að segja það er góður meirihluti Já, það er góður meirihluti en við höfum alls konar mál á alls konar sviðum lífsins það sem að þjóðin ekki einhuga og hvað ætla þá þessir sjálfskipuðu talsmenn þjóðarinnar að gera hlusta á bara hvern það kemur nefnilega því hvort maður stjórntækur eða ekki það að maður geti líka hlustað
á raddir sem maður eru ekki algjörlega sammála en reynt að finna einhverja leið til að láta málin ganga sem best fyrir hag allrar þjóðarinnar. Hérna langar mig að rifja yfir það sem Já, þetta er bara skilda hverra stjórnum og það sem Gunnar Smári segir gjarnan á þessum vettvangi er að orðið stjórntæki, þetta er orð sem að fundið upp að Davíð Oddssoni til að mæla það hversu vel flokkar störfuðu með Sjálfstæðisflokknum. Þetta snýst svolítið þetta, og ég er bara ánægður ef að Brynjari finnst Píratar ekki vera stjórntækir. Nei, þetta er ekki flokkur, Við getum vel verið afl í öflugri ríkisstjórn. Nei, Píratar vinna með Sjálfstæðisflokk. Það er löngu búið að yfirlýsa því yfir. Sjálfstæðisflokkurinn þarf eitthvað mikið að taka til hjá sér en hérna það hefur verið opinber stefna Pírata síðustu svona 3-4 kosningar að mynda ekki valdabandalag með Sjálfstæðisflokki vegna þess að sá flokkur þarf að komast frá völdum og Ísland þarf á því að halda. Það gengur svona vel og alltaf uppleið og kaupmáttarvöxtur 60% 10 ár þarf að losna við flokkin. Heldur betur. Það þarf að stækka hann. Andrés, þú var stækkan og losnaði þetta röfl í ykkur smá stund. Þú röfla nú líka smá, en það er líka nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt að röfla, ég skal viðurkenna, það er nauðsynlegt að röfla. En þetta er orðið mjög þreytandi röfl hins vegar í þeim. Ég heyri það að við erum öll til í að fara hérna út á léttum nótum og við skulum bara nýta tækifærið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna, Andrés Ingi, Pírötum, Dagbjört Hákonardóttir, gaman að kynnast þér. Já, bara. Þú ert búin að vera minna en ár í þingmennsku, ekki satt? Jú, ég var nú að koma einn sem var að skeifa. Já, og ætlar að heldur áfram, myndu bjóða þig fram fyrir næsta þing? Ég tek bara í daginn. Já, sjáum til. Já. Brynjar, ætlar þú aftur að taka slægin? Nei, ég veit ekkert það. Ég er svo glaður að sjá hérna nýja kynslu því ég var í skóla með foreldrum hennar. Við erum MH-ingar, ég og Brynjar, það sést sko. Það sést sko. Þannig að allt í hennu bara finnum að hvað maður orðinn gamall. Ég er líka gömul, það er nefnilega það sko, ég er 40 árunum. Nei, ég veit ekki hvað gerist með mig, það er alveg óráður hvað gerist með mig. Er það? Já. Ég held þú farir aftur fram. Þú heldur það, já? Heyrði það fyrst hér. Heyrði það fyrst hér. Og hérna, Jódís, kæra þakkir fyrir þáttökuna og komuna. Takk kærlega fyrir. Ég spói hvort við erum með eina leiðilega spurningu hérna í lókin. Það er búin að vera margar leiðilegar. Já. Er Bjarni Jónsson, samflokksmaður þinn hundfúllegur að vera ekki ráðherra? Bjarni Jónsson er bara magnaður félagi sem bara lýsti því yfir, hann myndi þykja það að verða ráðherra en tók því svo bara með mikilli reisn þegar svo var það ekki. Ljómandi. Kæra þakkir fyrir komuna öllsömmun og við segjum þessu þá lokið og ætla þessi ekki Gunnar Smári sem að tekur við með eitthvað spennandi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is